Komið sælar og blessað, kæri steingetur. Þá komið að lestri fyrir ykkur. Við viljum að kíkja aðeins á bara hvað er að gerast hjá okkur og næstu daga. Menn í Græjareykja segja allir að biðja ykkur að svona láta hugan reika til fjölskyldunar ykkar, vina, vinnunar, áhugamálana og svona bara hvað drífur á dag ykkar. Og líka ætla ég að biðja ykkur að hafa einhverja mikilvæga persónu í huga. Einhverja mannesku sem að þið hugsið til á meðan ég er að lesa. Og þá bara byrjum við. Hefjum leikinn. Við skulum sjá. Kæra Steingeit. Hvað er efst í huga þér? Nó. Það er bara ástin. Kærleikur, ást. Ertu ástfangin, kæra Steingeit? Mér sýnist það. Þetta getur verið ást til barna, ást til fjölskyldu, vina. En svona, ég ætla að segja og sért ástfangin. Bara já, við segjum það. Þangað til að við sýnum fram á annað. Ok, þetta var nú skemmtilegt upphaf. Þá er það heimilið og nánasta umhverfi, fjölskyldaðinn. Já, það eru bara vinirnir. Kannski ríkir svona mikil ást hjá þér til vinaðina. Það er greinilega bara mikið að vera í vinahópnum með að fjölskyldan þín er vinir þínir. Oft er það þannig líka. Kannski eru vinahittingar framundan. Þannig þessi spil tala mjög skýrt bara. Þú ert kannski að fara að plana að hitta vini þína eða þeir að koma til þín. Í þessu spili koma vinirnir þínir og vinna þín og áhugamál. Og það er einhver fortíðartenging þar. Þú ert kannski búin að vera að hugsa til fortíðar eða með smá nostalgíu, fortíðar þrá. Búin að vera að skoða kannski gamla myndir, hlusta á gömul lög, gamla tónlist frá einhverjum góðum tíma í lífið þínu. Og kannski ertu búin að vera líka bara svolítið að rýna í baksýnisspegilinn í þínu lífi, svona hvað hefði betur mátt fara og allt því tengt. En svo að þetta kemur inn á vinnuna þína líka. Og sé ég fyrir einhverju ykkar að tengist ljósmyndun eða filma vinnunni ykkar. Ok. Kannski er þetta áhugamálið ykkar líka. Já. Ljósmyndun. Ok. Skemmtilegt. Haldum áfram. Mikilvæga persónan sem ég baði ykkur að hafa í huga. Hún kemur hér upp. Já. Þetta spil táknar sjálfstæði og frelsi. Og bara hluti sem gerast sjálfkrafa. Kannski eru ykkar tengingar þannig. Kannski er þessi manneskja nýlega laus úr einhverjum fjötrum, eða skilin, eða svona býr við meira frelsi heldur en áður. Kannski er hún svona ánægð að vera laus við þig, eða þú við hana. Hvað sem það er, þá er bara ein manneskja á spilinu. Og henni virðast bara svona allir vegir færir. Og sjálfstæði kemur sterkt í gegn. Ok, þetta er kannski einhver sem að þurfti bara á þessu að halda. Að slíta sig frá öllum höftum. Sjáum hvað kemur meira á eftir. Óvænta elementið
í lestrinum ykkar, það kemur hér. Eitthvað sem þið eigið ekki von á, sem kemur óvænt. Og það er svona svolítið leiði eða depurð. Ég veit ekki hvort að þetta sé lýsing á ykkur, hvort ykkur sé búið að líða illa undanfarið, eða hafi verið að gangi gegnum sorgarferli eða einhverja erfiðleika. Þetta getur verið eftirsjá líka og þetta er svona pínu svona þessi tilfinning þegar það er rigning úti og þú situr við rúðuna og allt virðist vera grátt og leiðilegt. Og svona í versta falli getur þetta verið bara þú eða einhver annar sem er að glíma við þunglyndi. Hvað sem það er, þá er þetta eitthvað sem kemur óvænt og þú átt ekki von á. Þannig að þessi líðan kemur kannski í bakið á þér eða einhver fer að tjá sig þetta þér að óvörum. Við skulum sjá hvað kemur næst. Hlöðum við svona aðeins ofan á hérna þennan grunn. Ástina og vinina og fortíðina og frelsið. Hvað er með þessa ást hérna? Já, það eru fjármálin. Já, það er alveg hægt að elska peninga. Það er nú ekki erfitt. En hér ertu að fara að uppskera eitthvað. Ertu að fara að uppskera í raun og veru bara ávöxtun eða verðlaun fyrir eitthvað sem þú ert búin að vera að vinna að lengi og bíða þolinmóð eftir, kæra Steinkeit. Það margborgaði sig. Þetta getur verið óvæntir peningar sem þú ert með í huga sem eru hérna í þessu spili eða bara svona velmegun sem þú áttir ekki von á. Kannski ertu að fara að kaupa eða selja eitthvað. Þannig að fjármálin allavega svona í huga þínum virðast vera að batna. Það er bara allt gott það að segja. Umhverfið, nánasta umhverfi, fjölskylda, vinir. Já, það eru konurnar, stelpurnar. Kvenkynsvinir, kvenmenni umhverfið þínu. Tilfinningar. Það er þetta að tala tilfinningar, tjá sig tilfinningar sem að konur hafa svona orð á sér fyrir að vera betri í en karlmenn. Og það þurfa ekki að eiga við í öllum tilvikum. Þetta getur verið bara vinkonu hittingur. Eða þú sért að fara að hitta þann part af fjölskyldunni sem eru konur. Allavega einhverju kvenlegir eiginleikar hérna. Og þegar við talum kvenlega eiginleika, þá erum við líka að tala innsæið. Já, stendur hérna tungl. Já, tunglið byrjar tunglorkan er talin vera kvenleg. Svona þar sem er hulið og undir yfirborðinu. Þannig að kannski ertu að fara að kafa eitthvað djúpt á næstunni. Gangið bara vel með það, Steinkeit góð. Ok, filman hérna, fortíðin. Svona filmur eru nú örgulega eitthvað notaðar enn þetta í dag en eitthvað mun minna en áður. Já, fortíðarhugsunin þín, hún snýst samband. Eitthvað loforð sem var gefið. Einhver skuldbinding og ást og heiður og tryggð og trú. Ertu að syrgja eitthvað samband hérna, kæra Steinkeit, sem átti stóran þátt í lífiðinu? Það er alveg gott að blessa, en það er komin tími til að losa sig og komin tími til að setja þetta samband á bakviði í fortíðina þar sem það á heima. Ertu eitthvað að láta þér dreyma að þetta lifni við aftur? Kannski ertu með eftirsjá eftir
einhverju skuldbindingu sem að þú gafst en stóðst svo ekki við. Við sjáum kannski betur á eftir tengingu við hvað þetta er. Svo er það hérna manneskjan og hérna frelsið og sjálfstæðið sem að fylgir þessari mannesku. Ok, þar færðu spil sem að mér finnst ekki segja mér alltaf nógu mikið af því ég er ekki svona steinamanneska. Þetta er sérst labradorít fyrir ykkur sem þekki það og vitið kannski mjög vel hvað þetta spil táknar. En það stendur hérna magic og spirit, þannig að þetta eru töfrar og þetta er andleg tenging. Mér langar svolítið að taka eitt aukaspil til að fá svona aðeins nánari útskýringu. Tek það hérna bara á öðrum stað úr bunkanum. Ok, við fáum sólina hérna. Þannig að, og þetta spil er ás, já. Og sólin er líka ás. Ok, flott. Þetta er bara ný byrjun á einhverju fallegu, töfrandi, andlegu frelsi. Og það varðar þessa mannesku sem þau voru með í huga. Og mér er eiginlega skapinast að segja bara að þetta sé frelsi frá manneskunni. Að það sé að slitna á milli ykkar eitthvað sem er af hinu góða. En þið getið alveg verið ósammála mér og spáð og spekulera með það. Áörugglega ekki við ykkur allar, kæru steingetur. Þetta frelsi að losna undan einhverju hefur í för með sér bara alltaf jákvæðar sem sólin kemur með. Hlýju og hamingju og velgengni og bara birtu og yl. Og svo bara hérna andlega tengingu og töfra. Það er nú bara hérna mjög fallegt og jákvætt. Óvænta elementið, þar sem að depurðin kom áðan, það eru fréttir. Bréf, fréttir, eitthvað sem þú færð að vita sem kemur óvart og það getur tengst hérna þessari líðan hjá þessari mannesku. Kannski er þetta einhver sem að þú ættir alls ekki vona að væri að glíma við þessar tilfinningar. Eða þetta er eitthvað sem að hreinlega dregur þig niður, tímabundið þá. Þetta er mikilvæg skilaboð, hver sem þau eru. Þannig að hérna vertu vakandi fyrir því sem er að koma til því næstu daga. Ok, kæru steingetur, höldum áfram. Sjáum hvað kemur næst. Þú varst hérna ástfangin af peningunum. Hver segir að peningar og ást geta ekki farið saman? Látum okkur sjá. Ok, það er sumar og vetur. Það er sumarið eiginlega sem að blífur hérna. Kannski eftir með plön varðandi sumarið. Eitthvað sem er að fara að komast á koppinn þá. Sumarorkan er auðvitað bara eins og sólarorkan hérna. Bara gjöful og hlý og falleg og góð. Og bendir til þess að eitthvað er að fara að vaxa og dafna í lífiðinu. Eitthvað sem hefur kannski verið áður í frosti. Þetta spil er nefnilega tvískipt og hérna veturinn er hérna megin sko. Það sem að ég les spilin mín aldrei á hvolfi eins og margir gera. Þá kannski kemur þessi vetrahlið síður upp sem merking spilsins. Það er eitthvað að gróa hérna, eitthvað að fara að skila ávexti. Það er bara að fara að selja eitthvað held ég, eða græða allavega á einhverju. Jæja, láta hann duga í bili, eða kvennorkan hérna, umhverfið. Nó, það er nú einhver kallorka hérna líka.
Þetta er kóngurinn og þetta er karlorka og hann er á leiðinni til þín, þessi. Með lyklana að, já. Hann er með lyklana hérna að þessum fallega kastala. Þannig að kannski snýst þetta eitthvað húsnæði. Að húsnæði og peningana hérna. Var ég ekki að segja, sagði ég ekki bara rétt á hann, kannski þetta fara að kaupa eitthvað, að selja eitthvað. Þetta er bara maður sem kemur. Hann heitir konungur lyklana. Ég held ég hafi aldrei túlkað þetta spil áður sem mann sem kemur með lykla. Þannig að það er bara eitthvað fyrir þig núna, kæra Steingerður. Eitthvað sem það verður bara að taka til þín. Kannski er það með lykil að hjartanu þínu. Það geti líka verið. Skemmtilegt. Kannski er hann að koma inn í þessa miklu kvennorku hérna, kvenvina orku. Með lykilinn að einhverju. Fyrst og fremst finnst mér þetta bara að vera lyklar að húsnæði. Kannski gegnum vinkonuhópið. Já, ok. Kíkjum þá hérna á fortíðina og þessa skuldbindingu, þetta samband úr fortíðinni. Já, hvað sagði ég ekki áðan? Þetta er erkiengill í Mikael. Vitið hvað Mikael gerir best? Hann sker á bönd. Hann sker á óheilbrigðar tengingar og hjálpa fólki að losna undan oki og neikvæðri orku. Þannig að það er verið að segja ykkur það hérna að þetta er eitthvað sem þú þarft að losna undan. Þessi hringur þarna sem getur verið bara eins og hlekkur. Og ég ætla að sýna þér hérna frelsisspilið aftur sem kom svo sterkt hérna. Hringurinn þarf ekki að vera gifting. Hann getur verið afsal, hann getur verið samningur. Eitthvað sem þarf að brjóta, slíta. Til þess að þú fáir þitt frelsi og getur haldið út í sólina. Kallaðu á erkiengilinn Mikael til að hjálpa þér. Ég bara, ef þú trúir því að þeir geti aðstoðað erkienglarnir. Ok. Haldum áfram. Labradoritið og sólin í varðandi manneskjuna og frelsið undir. Já, það er garðurinn. Garðurinn táknar tengingu við börn, grósku í umhverfinu þínu og kannski bara langar þig í garð. Þig langar kannski bara að fara að gróðursetja. Börnin leika sér frjáls og er að stúdera plöntur og annað. Þetta er svolítið tengingu við fortíðina þína líka þegar þú varst barn. Kannski ertu að fara á æskuslóðir aftur eða þar sem að þú áttir einhverja góðar stundir sem þú manst vel eftir. Þetta er svona svolítið bland í poka þetta spil fyrir þig og þetta er varðandi manneskju. Já, þetta segir mér líka að það er einhver samskipti sem að er að fara að verða betri. Það er að koma inn meiri jákvæð orka. Kannski er þetta manneskju úr fortíðinni þinni sem að þú ert að fara að efla og styrkja tengslin við. Þú bara orða það þannig. Kíkjum þá á óvænta elementið. Fréttirnar og deburðina sem kom áðan. Bréfið. Já, það er Heilarjón sjálfur. Ertu að fara á miðilsfund?
Þetta eru, sko, Hilarion var kallað meistari Hilarion með sterkar tengingar við aðrar víddir og þá sem voru farnir yfir, þar að segja hann var miðill, sko bara segja það þannig, ásamt ýmsu öðru sem hann gerði. Þetta er sterk tenging við fjölskyldumeðlimi sem eru farnir á hvaða hátt sem er. Þú gæti verið, það gæti verið að koma til þín eitthvað varðandi látna fjölskyldumeðlimi, kannski einhverjir gripir eða bréf eða upplýsingar sem fylgja þessu bréfi hérna. Já, ég sagði bréf. Varðandi látna fjölskyldumeðlimi. Það er einhvern veginn æpir hérna á mig bara. Og ef til vill er þetta vísbending til þín líka að efla þínar hæfileika, þína miðilshæfileika, þínar tengingar og kalla þá á meistara Hilarion til að hjálpa þér við það. Svo finnst mér líka bara pína eins og sért að fara á miðilsfund sem að kemur óvænt. Eða þú ert að fá skilaboð allavega sem áttir ekki von á í gegnum miðil. Hilarion var líka mikill fræðimaður og las mikið og vissi margt. Ok, látum þetta duga í bili, höldum áfram með þessi spil, Musterisriddarana, kíkjum hvað kemur. Fyrst er það hérna ástin og peningarnir og það sem að þið eru ofalega í huga og sumarorkan sem er að fara í gang og þar færðu elskendurna. Þannig að þú ert að fara að standa frammi fyrir vali, hlusta á hjartað eða hlusta á hugan. Hvað ætlar að velja? Hvora leiðina viltu fara? Ætlar að fara skynsemisleiðina eða ætlar að fylgja þessu risastóra hjarta sem var hérna áðan? Þetta getur verið varðandi hvað sem er. Tvær leiðir varðandi tölvuleikjum kaup og sölu hérna áðan. Tvær leiðir í einhverjum sambandsmálum, tvær manneskjur. Þetta er eiginlega spurning hvar þú ætlar að setja áhugann þinn og hollustuna þína. Hvert þú ætlar að setja hana svo hún ávaxtist sem best. Og þetta er spurning skuldbindingu líka. Að þú skuldbindir þig til að fylgja því sem þú velur. Að fylgja því vel eftir. Ok, svo er það maður með lyklavöldin hérna. Ok. Þetta er mjög sérstakt. Það er eitthvað ójafnvægi sem kemur í veg fyrir að þú náir að nýta þér það sem er að koma hérna inn með þessari karlorku. Kannski ertu bara ekki tilbúin að taka því þessum lyklum. Kannski tekurðu við þeim og nýtir þá ekki sem skyldi. Athugaðu líka að passa egóið þitt standi ekki í vegi fyrir því að þú uppskerir eins og þér ber. Erfiðar hugsanir eða kannski eftir að leita eitthvað á þig og skemma svolítið fyrir þér þar sem að þú annars hefði kannski bara gert svona spontant út frá hjartanu. Þetta er svolítið erfitt spil hérna, 5, en við höfum eftir að taka 1 í viðbót ofan á þetta. Skulum halda áfram.
vinirnir og vinnan og Mikael hérna sem ætlar að reyna að rjúfa hérna einhver bönd sem eru þér ekki heilbrigð. Þar færðu annan kóng. Hann er ekki með lykla þessi. En þetta er eldkóngurinn og honum fylgir mikill kraftur og styrkstjórn og stöðuleiki. Þannig að þessi orka á eftir að hjálpa þér að koma þér á rétta braut. Ég veit ekki af hverju ég er að segja það. Ef til vill kemur upp eitthvað ójafnvægi hérna þegar að fortíðartengingarnar rofna. En hann sýnir þér svolítið þessi bara, kæra stengill, hvers megnug þú ert. Og þessi innri eldur sem hún býrð yfir, hann sko getur bara flutt fjöll. Þannig að ekki gefast upp, haltu áfram með plönið þín og nýttu þér innri eldin þinn, innri styrkin þinn. Í hverju sem þú gerir, hvort sem það er áhugamálin eða vinnan eða að losa þig úr óheilbrigðum böndum sem binda þig. Ok. Þá erum við komin að hérna þessum manneskjunni, sólinni, labradorítinu og frelsinu, ekki síst. Spilið sem þú færð hér er fíflið. Ef að eitthvað spil í tarotstokknum táknar frelsi, þá er það fíflið. Fíflið er konungur frelsisins. Honum er nokk sama hvað öðrum finnst. Hann fer sínar eigin leiðir. Hann tekur sjensa, alveg hægri vinstri. Lætur ekkert binda sig og hann hlær bara að þeim sem að hlæja að honum. Hann er að leggja upp í einhverja nýja för hérna. Nýtt ferðalag sem hann veit ekkert hvert leiðir hann. Hann treystir því bara að almætti muni sjá fyrir sér. Það er það sem er svo frábært við fíflið. Þannig að hérna, þú ert í góðum málum þegar að hann er með í för. Þú ert að fara að taka einhverja spontanta ákvörðun hérna. Ok. Óvæntu fréttirnar hérna að handan. Eitt spil enn og ná það. Það er skyggna drottningin sjálf. Þessar fréttir munu öllu líkindum komið gegnum konu. Mikil kvennorka hérna í þessu spili. Miklar tilfinningar og þessi kona kafar djúpt og er næm og getur verið skyggn. Þannig að hérna, þetta er líka það sem á eftir að koma þér á óvart. Og ég er viss að einhverju leyti ert þú að fara að upplifa sjálfa þig í þessari stöðu. Þetta spil tengist líka meyjunni. Það er sterkt hérna meyjarmerki fyrir ofan hana. Meyjan er alltaf kalluð heilari dýrahringsins. Þannig að þessi skilaboð, hver sem þau eru, eiga kannski eftir að hafa heilunar áhrif á þig líka. Skemmtilegt. Þá tökum við hérna síðasta umganginn áður en við fáum okkur engil til að ljúka. Valið hérna sem að þú stendur frammi fyrir, ástin og peningarnir hérna, þetta val á eftir að skila þér á nýjan stað. Gamla lífið þitt er að hverfa út bakdýramegin og nýja lífið þitt er að taka við. Þetta getur vissulega verið manneskja í lífiðinu sem er að hverfa en það er að segja sem er að fara með móðuna miklu, skulum við segja, en í einhverjum tilvikum er það kannski, en hjá flestum ykkar, kæru steingetur, þá er þetta í raun og veru, eins og ég sagði, gamla lífið sem er þarna að ljúka sínu skeiði og möguleikarnir eru að opnast.
frábært. Nánasta umhverfið þitt, það er alltaf bara að blómstra. Það er bara auður á alla kanta, ríkidæmi, óvænt. Og kannski meira en þú átti von á. Og ég tengi það aftur inn á það sem ég sagði áðan með kaup og sölu. Þetta er bara jákvætt í sambandi við fjármál og allt því tengt. Ok, kóngurinn hérna. Já. Þetta eru vinirnir og vinnan og þegar þú ert búin að losa þig út af gamla sambandinu þarna, gamlu tengingunni, þá kemur inn hérna nýtt og fallegt samband. Það er einhver sem er hérna að sýna þér áhuga, stígi í vænginn við þig. Vertu opinn fyrir því, kæra stengið, því að þetta er eitthvað fallegt og gott og eitthvað sem átt að henta þér mun betur heldur en þetta gamla sem er orðið út í askað og búið að lifa sitt skeið. Fíflið, þú ert að fara að segja já við lífinu og taka sénsinn og jafnvel ert að fara að flytja erlendis. Einhver tenging erlendis, sterk tenging við erlend lönd. Og þetta spil gefur líka til kynna ákveðin tíma, það getur verið nokkrir mánuðir eða 1-2 ár. Man ekki nákvæmlega hvað að tala allavega þetta er eitthvað sem að gerist ekki alveg strax, en þú getur hins vegar heyrt af þessu eða fengið smjörþefinn af þessu næstu daga. Svo er þetta bara eitthvað sem á eftir að þróast og verða að einhverju meiru. Ok. Síðasta spilið sem við tökum fyrir því kæra Meyja, það er þessi opinberi gæi. Hann táknar bara að eitthvað er að komast upp á yfirborðið, eitthvað er að fara að verða opinbert. Þetta getur verið samband sem hefur verið í felum, einhver tenging og að því að áðan hérna vorum við að tala um kaup og sölu og húsnæði og eitthvað slíkt. Þetta spil myndi þá standa fyrir kaupsamning og þinglýsingu. Ef við förum út í það. Þetta er eitthvað sem að af því að þetta er í óvæntasætinu. Þetta á eftir að koma bara úr einhverju átt sem að þú átt ekki von á. Einhver tilkynnir þér eitthvað. Eða sýnir þér eitthvað sem að sem að áður var bara hulið, skulum við segja. Skemmtilegt. Kæra stengið, þá erum við bara eiginlega að komin að lokum, en ekki að niðurlotum, ég ætla ekki að segja það. Þá fáum við hérna engil til að flögra með okkur út í myrkrið og mikið rosalega líst mér vel á það sem að liggur hérna framundan hjá okkur. Kæru steingetur, þið fáið engilinn, nú er ég að setja með gleraugun, sem að heitir Assertiveness. Stattu með skoðunum þínum og segðu bara já ef þig langar til þess, ef þig virkilega langar til þess. Enga meðvirkni, kæra steingeit, bara vertu trúr sjálfið þér og stattu með þér og þínum skoðunum og því sem að þú ætlar þér að gera. Þetta er rosalega sterk skilaboð til þín og fallegt spil. Lærðu að segja já, en bara ef þig langar til þess. Heyrðu, frábært, kæri steingeit. Takk fyrir að horfa og hlusta. Ljós og kærleikur.